Verið velkomin aftur að rauðaborðinu eftir örstuttu frímínútur og hingað til okkar Vigdísar Grímsdóttur komin engin annar en Eiríkur Örn Norðdal. Vertu velkomin. Það kann verið, og ykkur. Og við eiginlega báðum þig að koma til að segja okkur frá ljóðabókinni sem að koma út eftir nokkra daga og þú ert með eina eintakið í Ég fekk að stela þessu upp á forlagi í dag. Það eru hinir í uppskurði, skilst mér, í prentsmiðjunni og þau ættu að koma lagar á morgun í búður á þriðjudaginn. Geturðu sýnt Hvar í hvaða myndu Já, svo fólk vita hvað 5 ljóð heitir hún. Heitir 5 ljóð og inniheldur 5 ljóð. Svona sem að heyra á svona svolítið saman. Hvað segir maður? Að tilheyra og vera á einhverjum stað og vera fastur á einhverjum stað og komast ekki á einhvern stað og skilja eitthvað eftir af sér sko. Það var sem er rosalega flott. Þú veist, ég hef aldrei hugsað þetta. Það er það sem er skemmtilegast í bækur. Það kemur eitthvað sem maður hefur ekki hugsað áður. Eins og þetta að skilja eftir fingrafarið kannski á lyklinu eða inn í gaflinu. Raunin þetta, höfuðátturnar eru í aðalatriðum eins, hér og þar og allstaðar, er það ekki? Jú. Og við erum hér en erum hér ekki. Já. Við komum og förum. Maður fer náttúrulega líka, maður er, hvað segir maður? Þetta hugarástandi, hugurinn getur einhvers staðar allt annars staðar heldur en líkaminn, hugurinn getur verið á mörgum stöðum, og svo er náttúrulega þetta, og ferðalega líka ég vaknaði á Ísafirði í morgun og kom hingað á 35 mínútum sem er rosa undarlegt alltaf þegar þeir tala þessu hvernig líkaminn fara á undan sálinni að sálinni sé einhvers staðar bara ennþá hún ennþá í Hólmavík kannski og samt þar sem þú varst hefur skilið eftir fullt af þér nákvæmlega og svo er hitt hvar maður skilur sjálfan sig eftir einmitt í bara hvar maður hefur verið alls staðar þar sem maður hefur verið skilur maður eftir jafnvel alla eilífð og sömum stöðum skilur maður eftir svo mikið af sjálfum sér að maður aldrei sá hlutir aldrei fyllilega til nema maður sé þar einhvern veginn þar sem maður hefur búið þar alltaf eitthvað og svo er fólk í lífi manns sem það getur verið með einhvern hluta af manni sem það fer sig og svo kannski ef sonur minn fór til Portúgal í fyrra til Porto, þangað sem ég hef aldrei komið en þá var ég samt var ég með honum En hvað með bækurnar, hugsaðir það? Fyrir utan það síðan Þegar sumir höfundar segjast líka við finna bara líkamlega fyrir því þegar verið að lesa bækurnar einhvern veginn þegar einhver er bara eins og bara séu komin einhverjum öðru eins og séu orðin andsetnir eða þannig og svo fjarlægast mann líka í gegnum þýðingar stundum þegar það gerist þegar maður er þýddur í öðrum lundur sérstaklega á tungumálum sem maður skilur ekki og ég tala nú ekki það er rosalega skringileg upplifun þegar maður er þýddur á sem við gerst tvisar, ég verið þýddur á úkraínsku og þýddur á grísku og þá er ég með eintök á bókunum mínum þegar ég get ekki lesið letrið og það er eitthvað svo skrítið við að hérna er einhver hlut af mér þar sem ég get ekki einu sinni stauta mig gegnum letrið þannig að maður í einhverjum skilningi hættur að skilja sjálfan sig á einhvern mjög undarlegan máta. Og náttúrulega treystaði líka að þýðandinn hafi bara skilað rétt. Já, ég meina enga veginn gengi úr skuggum það líka. Nei, maður verður bara að horfa í augun á manneskjunu og hugsa bara já. Ég verður að treysta þér En nú ertu þýddur yfir að þú varst að það var nú bara eiginlega svona frekar nýleg tíðindi að þú ert tilnefndur til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs fyrir bókina Náttúrulögmálin til hamingju með það. Það kann ekki alveg verið. Og það hefur nú í för með sér, er það ekki bara tilnefningin, er það ekki að þýðingar Jú, það fylgir henni automatist ein þýðing yfir á Norðurlandamál og svo hefur hún alltaf yfirleitt einhvers konar hvað sem auka áhrif, hún allavega ítir við einhverjum forlögum, ekki bara Norðurlöndunum. Það skrifaði líka bækurnar áður en valið og menn eru dómar og svona að velja sína uppáhaldsbók. Já,
og það nú svona meira og meira held ég farið að vera sem sagt, sko, betur og betri struktúr fyrir því að þetta sé gert á öllum Norðurlöndunum að raun og veru þá fáið maður einhvers konar dóm í Danmörku þó bókin kom út af sænsku og, sem sagt, og norsku og finnsku og þannig að verður einhver umfjöllun um það. Og umfjöllun, ég man í Ríkisútvarpinu var Jórunn Sigurðardóttir svo duglega að hún var fjallað alltaf bækurnar sem voru hún allar bækurnar og það var svo eiginlega maður kynntist bara fullt af höfundum þannig. Já, hún hætt því? Já, hún hætt. En hefur enginn tekið við þessu? Jó, ekkert að þessu? Í bara bækur? Það getur verið, sko. Það sé eitthvað að sinna því. Þetta syndi þetta hættir, því að þetta tengdi mann við aðra höfundum sem mann hugsanlega kaus að lesa eftir umfjöllunum. Já, algjörlega. Þetta nú greiðlega mjög svona ánægulegt þessi tilnefning, það ekki? Þetta algjört stöðu, bara frábær félagskapur. Ég þekki nú svolítið af höfundunum líka þessum erlendu í gegnum eitthvað flakk og svo sem ég verið að segja við í sjáðan, það var nú Armelo sem að Þórdís Helgadóttir sem hinn íslenski höfundurinn, það var nú uppáhaldsbóki mín 2023 sko, þannig að ég bara talsvert gaman af því að vera í hópi með henni og hinnum líka. Þannig að þú berð virðingu fyrir þessum svona verðlaunum. Já, ég held að þetta sé þeim hafi tekist bara svona merkilega vel af þessum norrænu verðlaunum að halda sér svona utan við sko markaðs glingrið allt saman sko og það ekki alveg það bara ekki alveg sjálft og þá ekki að hugsa ég rosa mikið með annan fótinn alltaf í Svíþjóð af því að konan mín sænsk og ég fylgist mjög vel með þar og þar er það mjög áberandi í það sem miklu meiri verðlaunaflóra að þessi verðlaun eru svona, það er svona svolítið annar stimpill á þeim. Er það ekki gaman þegar þú kemur næst með konunni þinni til Svíþjóðar eða svona, heldur að verið svona gaman að segja að þú hefur verið tilnefndur? Já, mér finnst það mjög gaman sko. Það finnst ekki leiðilegt að groppa mig. Er það eitthvað gropp? Jú, ég það ekki gropp. Nei, það gropp þegar þú setur bókinu þín á færibandi þegar þú nögt að ná í töskuna. Hvað bók þetta? Það var bara yfir strikið. Ég veit ekki alveg hvað. Mér finnst, ég reyna allavega að segja það sko, þetta er náttúrulega þannig allavega fyrir mig og hefur verið í gegnum tíðina að maður lendir alveg, maður á alveg daga þar sem maður finnst þetta alveg allt sem fullkomlega ómögulegt og skilji mann enginn og vil enginn lesa mann og þú veist, þetta vonleysi það alltof áberandi í sálarlífi mann svona gegnum gangandi og þú veist, alveg, þú veist, maður ítir því frá sér sem maður getur og þú veist, og það allt saman, en ég reyni þá allavega að halda í það að þá daga það sem ég það sem einhver sigur, þá ætla ég svo sannlega að njóta þeirra allavega. Þetta er aldrei hvað? Jú. Af því þú mannst að vera svolítið mikið á móti verðlaunum. Já, við vorum, ég það ekki lengur, en þetta er svona, maður getur notið það, sko. Já, auðvitað, sérstaklega ef maður veit að það er faglegt val og bara mjög, nei ég kannski meira eitthvað svona móti verðlaunum í barnaskólum, ég veit ekki, það var að móti því sko, en svo Anton Helgi eða samfærið með að það væri bara gott að þú veist, búa til einhverja spennu kringum bókmyndir bara yfir höfuð sko. Já, ertu að meina eitthvað svona ljóðarsangjöfnum í grunnskólum og bara svona? Já, ég svolítið svona móti búa til einhverja þessi sé alltaf með bara eitt fái gullverðlaun. Ertu að meina svona tengslinn við íþróttirna þá eða hvað? Já, eða tengsli bara við einhvern veginn hvernig að tengja eiginlega sjálfsvirðingu barna við verðlaun einhvern veginn. Ég fór að hugsa það og þá hinir sem fá engin verðlaun eru þau þá bara ekkert merkilegir og ekkert merkilegt sem þeir gera. Það er eitthvað svoleiðis. Ég ætla ekki að fara og réttlæta það. En er ekki líka svolítið tvíbent með það að maður sko, getur ímyndað sér líka það sem ég sem sagt sko, krakkarnir sem eru ekki að fá verðlaunin í ljóðum, þau eru hvort þið bara með einhver handboltaverðlaun og fimmleika verðlaun. En krakkarnir sem eru að skrifa ljóð, þau fá engin verðlaun nema ljóðaverðlaunin. Jú, en þá fer ég það einu krakkarnir í bekknum sem eru ekki með neina bikara. En einmitt að hugsa þarna, sá sem fær engin handboltaverðlaun og er búin að leggja mikið á sig að skrifa ljóð alveg bara frá hjarta sínu en fær engin verðlaun en leggur samt mikið á sig var hent út úr handboltaliðinu og svo skrifaði hennar langa ljóðabálk fær engan
Nei, ég bara var þú En það er náttúrulega líka, í sjálfu sér líka mjög holdt, sko. Það er þannig sem að pönkaretni verða til, sko. Jú, Þá verða þeir reiðir og gangum í skólanum bara svona, helvítis, kennarinn veit ekki neitt hvað góð ljóðlist, sko. Jú. En þá þurfa þeir nefnilega að fá einhvern stuðning, einhver sem segir, sko. Já, bara eitt góðan vin. Já, eitt góðan kennara, eitt góðan vin eða eitthvað. Já, það er alveg veit. Sumir brotna nú samt, kannski. En það er allavega engin brotin yfir því að fá ekki tilnefningu í bókmenntaverðlaunina, en það er sannarlega ánægjulegt. En hérna er ekki líka góð tilfinning að gefa út nýja ljóðabók? Jú, það er rosa gaman að fá þetta líka svona, þetta gerist alveg svona, þetta er sama daginn. Ég kom fljúandi á 35 minútum hérna til Reykjavíkur og fekk þessa tilnefningu, fekk þessa bók í hendurnar og svo sótti ég líka, ég átti svona fínt svona ramma með því ég fekk fyrir 2 árum rúmlega fekk ég tilnefningu til barnabókaverðlauna Reykjavíkurborgar sem ég átti og ég vissi ekki svona af því, ég fann þetta bara fann upp á forlagi, svo upp á hillu bara ég hef ekki þetta, stendur sem nafnum með þessu og ég fekk tilnefningu þó hún sé 2 ára gömul, þá fekk ég loksins tilnefningu til barnabókaverðlauna Reykjavíkurborgar. Hún líka mjög vinalegt af Reykjavíkurborgar tilnefna Ísfirðing til barnabókaverðlauna Reykjavíkurborgar. Ég er ekki viss um Ísfirðingar myndu tilnefna Reykjavíking til barnabókaverðlauna Ísfirðingar. Nei, það var, já. Gott og bendir hann ekki á það á öftan. En það er nú verið gaman að þú kæmi með alla verðlaunagripina og svo þegar þú fær verðlaunin. Já, hann skilur þetta eftir alltaf. Hann var að fá þessi 2 ára setna. Eins og hefði getið gerst. Og ég skildi blómvöndin eftir upp á forlagi eftir ég gæti ekki verið að dröslast með hann allan bæ. En þú gildir ekki eftir bókina og þú varst nú búin að senda okkur handritið þannig að við erum búin að lesa og ætlum nú ekki verið með bókadóm en það var gaman að lesa bókina og okkur langaði eitthvað svona til að biðja þig að lesa upp úr henni, þú vart nú eiginlega svolítið viðfrægur fyrir upplestrar Hvað segirðu Steinsteinar? Hvað segirðu Steinsteinar? Steinsteinar, hvað segirðu Steinsteinar? Áður en þú byrjar að lesa, sko. Það ég meina... Ég átti rosa erfiðu samband við Steinsteinar. Já. Ég ég las hann þegar ég var unglingur og varð, þú veist, ástfanginn og það allt saman. Og svo sem sagt varð hann, held ég fyrir mér, varð hann rosa mikið að svona tákngervingi hvað getum við sagt? Það var nú kannski aldrei gegn Steini en mér fannst þess að allir sem væri að skrifa ljóð á Íslandi væri einhvern veginn að herma eftir Steini og það væri einhvern veginn að öll ljóðlist væri orðin og þegar nú ætla ég að tala um eitthvað sem ég upplýði sko fyrir 25 árum síðan nánast sko og og þess vegna held ég að mér var, þú veist, ég fór að fyrstu bókunum mínu var ég alltaf eitthvað endurvinna Steinar einhverju svona framúrstefnu útgáfum og einhverju svona pönki með það og það snérist rosa mikið eitthvað svona líka, þú veist, að hýja öllum sem væri að skrifa eins og Steinar en svo er þetta, þú veist, en svo er þetta alltaf alveg ótrúlega magnaður kveðskapur, það er eitt ljóð í Blandarabröndurum sem kom 2005 sem er bara öll orðin í tímanum og vatninu í vitlir röð. Hún er bara einni síðu. Þú getur komið þetta ekki það langt ljóð, sko. Þannig að þú komist fyrir einni síðu. Og það er alveg magnað að lesa bara orðin í tímanum og vatninu í vitlir röð. Það skiptir engum máli. Það er samt göldrótt, sko. Það er alveg ótrúlegt. En þegar ég las að búið með bókinu, sko, þá hugsaði ég þig og svo hugsaði ég Steinar. Og ég hugsaði vísuna hlutavísinu, það bjargast ekki neitt það fellur sig sjálft og er lengur svo marklaust er þitt líf og lítill fengur og loks er eins og ekkert hafi gerst og þetta, hún hljómaði þessi vísa þegar ég var búin bókinu og ég fór að fletta aftur en eins og þessi góð og gott að læra hana af því það er rýmið og stuðlarnir og höfustafnir og merkingin þá er þessi bók hún segir manni allt þetta að það verður samt alltaf eitthvað eftir fyrstu bókinni eða fyrstu ljóðabálkunum staðir og svo í síðasta þetta tengist svo vel þetta verður fyrir mér er þessi bók eins og þetta merki sko áttan já, einmitt og ég þakka fyrir mig En þú fórst með þetta ljóð, fer með þetta ljóð eftir Steinar en sko finnur tenginguna bara en þú vísar ekki til Steinar í bókinu er það? Nei. En þetta er samt kallað
hann kallaði á mig, kannski að því að hann var svo haltur eða eitthvað, hann kallaði á mig sko. En það kannski líka bara eitthvað í sko, sem sagt, Þetta er óbúðslega ólíkt, en þetta, því þessi bók, 5 ljóð, er miklu næmari heldur en bölmóður. Hún gefur svo mikið sko. Að það sko hún alltaf sem sagt, þetta ég veit ekki alveg hvernig, sko, þetta er sennilega lang persónulegasta bók sem ég skrifað og hún lang, sem sagt, sko mig langar ekki að segja hefðbundin, en það er kannski eiginlega eina, sem sagt, sko, orðið sem ég á sem að fer vegna þess að ég svo mikið það svo mikið uppbrot í svo mörgu sem ég hef skrifað í ljóðum, sérstaklega sem að, sem sagt, og margt, þú veist, bara sem að ég skildi ekki sjálfur og var bara beinlega að búa til hluti sem ég gæti ekki skilið og bara einhvern veginn og hreinlega brjóta tungumálið. Ég talaði það lengi að þú veist bara eyðileggja tungumálið, mikilvægi þess að eyðileggja sitt eigið tungumál einhvern veginn til þess að það geti, þú veist, bara vaxið og einhvern veginn og þú veist, sprottuð út úr í aðrir handleggir og fleiri og ég ætla nú ekki að afneita því svo sannlega ekki öllu saman sem ég gerði, en hérna einhvers staðar sko, það tók, sko, elsta ljóðið í þessari bók sem síðasta ljóðið 12 ára gamalt og bókin hefur verið í smíðum í 8 ár og það er 8 ár síðan ég gaf út Oratoreg og síðan þá hef ég verið að reyna að safna í eitthvað til þess að skrifa og reyna hent miklu meira heldur en ég hef nokkuð tíman hérna vegna þess að ég fann aldrei, þú veist, ég bara fann aldrei röddina sem ég langaði að nota, eða sem ég fann ekki, þú veist, mér fannst ég var að komin á stað þar sem ég var einmitt farin að, þú veist, ég var ekki hermyndi Steini Steinar, ég var hermyndi sjálfur mér. Að ég var að gera hluti sem voru svona, þú veist, eins og ég myndi gera. Og ég held mér finnst ekkert meira óþólandi heldur en tilfinningin fyrir því að ég sé að leika sjálfur mig. Og ekki þar er þetta alltaf meðlega svona augað og ekki að leika í þessari bók. Nei, en það er það sem tók svo langan tíma, sko. Já, okay. Og þá enda maður líka á held ég, eða enda ég allavega í þetta skiptið á stað sem er miklu persónulegri heldur en ég hef verið áður og einhvern veginn já, þú veist, bara notar tungumálið öðruvísi og notar kemur öðrum hlutum til skila heldur en hinnar ljóðabækurnar mínar. Já, hún kemur mann einmitt svolítið á óvart, sko, hvað hún er svona, já, ég má ekki bara segja persónulega eða svona mikil svona nánd einhvern veginn. Það finnur fyrir mikilli nánd, sko, annarkvort nánd þín nánd við þig eða við lesandan eða við einhvern allavega, maður veit. Já, lokaljóðið er náttúrulega það er sko ort til dóttur mínar og var ort við mjög bara sárar og erfiðar aðstæður. Það er ljóð hvað segir maður staðið og þetta tilheyra og hvar maður og þetta þú veist, eilíf átök í mér og mínu lífi, þú veist, sem snúast þú veist, snúast bara til dæmis Ísafjörð, þú veist, sem er staður sem ég fór frá mjög reiður og vildi alltaf aldrei koma aftur, þetta verið skítaples og er svo fastur við einhvern veginn og elska og þrái og get ekki verið og svo er ég giftur sænskri konu sem vill verið í Svíþjóð og svo get ég stundum ekki verið í Svíþjóð alveg að vitlaus á Svíþjóð og skilur, þú veist, og það eru, þú veist, þetta sem sagt, þessi þú veist, þetta er ekki bölmóður þú veist, og ég reyni að sjá fegurðina í þessu öllu saman en þú veist, en það er alveg líka þú veist, sorg og harmur eða þess einhver, þú veist, þannig átök sem að liggja baki miklu þó ég veit ekki hvort að ljóðin beinlíns fjalli það, þau eru einhvern veginn, þau eiga sitt eigið svið líka, sko, þau eru ekki beinar hvað segir maður, málanir af mínu tilfinningarlífi, þú eru sprettið það þau kalla fram svona þessi hughrif, sko. Ég efast tilvistir mína og ég efast heimsmyndina og ég efast tíman og ég efast þetta stóra og þetta smáa og ég efast allt og ég efast ekkert. Þetta er eitthvað svo já, það er þetta sem er að vera manneskja. Já. Þetta finn ég. En efast ekki ástina og ekki pönkið eiginlega. Eða þú veist, það er svona einhvern veginn ullið
ullið sem kemur í bókinni, sem ulla. Já, og það bara ljúft, sko. Já, það svona einhvern veginn ást og ull ekkert, það fer svona handa við efasemdirnar einhvern veginn. Já, ég held að það sé alveg með alveg fullrið það. Sannarlega allavega með ástina, þá ekkert ánennar. Það ekkert ánennar, það bara þú veist, ánennar hrinur allt, sko. Þannig að þú ert eiginlega bara orðin svona... Ég búin rómantískur tilfinningahöfundur, eitthvað. Síðast ég hitti á Ísafirði, þá varstu komin í marga kirkjukóra og leikfélög og það var svona... Ég var ekki komin í kirkjukórin en ég var að syngja í fiðlarunum og þækinu í kór og meira sem eitt lítið sóló. Það var mjög gaman. Já, þannig að þú ert svona orðin... Stjórn litla leikklúbsins og stjórn tónlistarfélagsins og svo fullt af hljómsveitum og út allt, sko. Og þér fannst þetta gera það gott að vera í þessu samfélagi og bara... Það rosalega gott að vera í leikhóp. Ég hef ekki gert það náttúrulega ekki, þú veist, ekki staðið á sviði þannig, við fórum í þjóðleikhúsið og allt og það er líka vegna þess að sko, það er eitt sem er svo gaman að vera í svona stórum hópi sem að, ég veit ekki hvað, við vorum mörg 40, 50, 60 mann sem vorum að setja þetta upp með öllum meðtöldum. Það sem að maður sko sem höfundur sem er svo vanur að vera, þú veist, maður alfa og omega, þú veist, ég ákveð hvað stendur í þessari bók og þú veist, og ég ákveð hvernig, þú veist, það var engin kápánin nema ég sé búin að segja já og þú stóð þessi hönnuður og eitthvað skilur, þú veist, það var einhvern veginn ég bara ræð og stýri og ég set saman alla hlutina einhvern veginn. En þegar maður í leikhópi, þá maður bara, þú veist, maður eitt lítið tannhjól og maður eitt tiltekið hlutverk og þú veist, og eins og þú veist, það samaðurinn voru í kór eða í þú veist, eða í hljómsveit eða eitthvað, ef maður uppfyllir ekki þetta hlutverk og maður stendur sig ekki það sem maður á að standa sig, þá hrynur allt hitt. Og maður kemur líka inn í aðstæður þar sem að þú veist, sem að mér fannst það sem ég eiginlega magnaðast við þetta var að ég ætlaði ekki að vera í fiðlarinn. Ég sagði alltaf nei og það var ég hafði frábæra afsökun. Ég var alltaf að hitta Bergþór Pálsson sem söng Tefjes, söng aðalhlutverkið. Við varum alltaf að hittast í sána á Ísafirði. Og Bergþór alltaf, Eiríkur, þú verður að vera með, það eru allir með sem í bænum sem eitthvað svona týpur eitthvað og ég ég bara því miður, það að koma jólabókaflóð, ég að fara að túra landið og ég fór í alveg svona, ég fór 40 daga túr landið með náttúrulögmálin, get ekki verið með og svo gengur svo illa manna leikritið að þau ákveða að fresta því fram yfir áramót og þá hef ég ekki afsökunin lengur sem ég gat ekki, þannig að næst þegar ég hitti Bergþór og segði, heyrðu Eiríkur, heldurðu við séum ekki bara búin að færa leikritið og þá neyddist ég til að vera með og svo kem ég á æfingu í fyrstu æfingin var í byrjun desember og mitt fyrsta viðbragð bara þetta verður hræðilegt. Þannig, við getum ekki dansað, við getum ekki sungið, við getum ekki leikið, þú veist, það enginn múið að læra línundar sína og það einhvern veginn, passar enginn hlutverkin sín og það einhvern veginn og svo bara Þórhildur, hún bara rosalega reið, Þórhildur sem var að setja þetta upp og einhvern veginn og maður hafði einhvern veginn bara, þú veist, shit, þetta var, ég er búin að lofa mér að vera í þessu, þetta er að gera með fíbli, þetta verður bara eins og það En svo sem sagt, sko, þú veist, verður til eitthvað ferli og maður, sem sagt, fer frá því, sem sagt, við enduðum bara með frábæra leiksýningu og Þið komið hana? Við komum með hana og sýndum Þjóðleikhúsið unnum áhuga leiksýningu ásins og eitthvað og en þetta bara þú veist að fara frá þú veist frá þessum núllpunkti þar sem maður kann ekki neitt og enginn kann neitt yfir í að vera bara einhvern veginn eins og sko, bara vel smurð þú veist vel sem að getur gert eitthvað sem þú veist sem stærra heldur en hópurinn einhvern veginn það er bara ótrúlega gaman. Það er bara, og það er einhvern veginn, og það hefur verið svo, þú veist, bara setið svolítið í mér þessi hugmynd að treysta ferlinu. Og að maður, þú veist, og ég held að það nýtist manni alveg líka við, nýtist mér alveg við, mín störf, í því að ég þurfi ekki að vera, þú veist, í sömu ángist yfir fyrstu síðunum einhvern veginn á einhverju bók eins og mér finnst ég oft vera, þar sem maður fer inn eitthvað, þetta er hræðilegt, þú veist, hvernig í ósköpunum, hvernig datt mér í huga velja þannig helvítið starfsvætting, okkur bara vinn ég ekki á einhverjum venjulegum vinnustað, heldur get ég bara hugsa, ok, þetta er hræðilegt, en þetta verður kannski að einhverju. Og ég, mér finnst ég finna, þú veist, bara meira konkrétt fyrir þeirri tilfinningu eftir en fyrir, sko. Já, merkilegt að sjá þitt bara það vita kannski jafnvel þeir sem ekki skrifa við höfum talað að svolítið Vigdís, það er kannski lesendur eru oft ekkert meðvitaður það hvað á sér stað í einu við tilurð eins ritverks hvað er mikil vinna oft
jafnvel einmitt við þegar það einfaldur texti eða ljóð eða eitthvað svoleiðis. Og kannski höfundarnir einmitt sjálfur kannski bara gleyma öllu þessu ferli eða dæma sig. Já, mér finnst stundum lýst í þannig, mér líður þessi stundum að skrifa bók sér svona, svo stara í ángist og tóman svo tölvuskjá og bara hugsa hvað mikið hræðilega ég léleg manneskja í 3 ár og svo einhvern veginn vakna maður eitthvað bara við eitthvað það nú bara aðeins að fixa hérna og þá er þetta orðið gott og það er svona eina sem ég man eftir að skrifa bækurnar mínar er ofta eitthvað svona ég lagaði þarna, þú veist, eitthvað smá það var þetta eitt leiðilegu kafli í hendunum og svo var þetta orðið gott það er það sem situr eftir. En ferðu þá svona inn í ham dálítið þegar þú hættar að pæla í fyrstu blaðsíðunni og bara ert komin í gang? Stundum. Ég skrifaði náttúrulögmálin bara í einhverju svona hálfgerðu ofsakasti, þú veist, alveg bara nánast viðstöðlust, en þessa bók til dæmis skrifaði ég mjög hægt á Já, ég tala 7, hvað sagði 7? 8 ár. 8 ár. Og samt var heilt ljóð til sko þegar ég byrjaði. Já, það er ekki lengdin. Sko. Nei, en það er þú veist, þetta verður einhvern tíma, mér varst voða gaman, ég man eftir í, hann sennilega var þetta í Kastljós einhvern tíma bara í lok síðustu aldar eða eitthvað, þegar ég var bara unglingur, ég man eftir það var Sjón í einhverju sjónvarpsviðtali og mér varst það svo inspírerandi, hann sagði að það væri svo stærstur hluti skáldastarfsins fælist í að hanga á kaffihúsum með vinum sínum. Það er bara svona vinnutíminn væri bara... Það er náttúrulega mjög skapandi dæmi. Mér finnst það mjög frelsandi tilhugsun að þessi einhvern veginn, ég geti hugsa, ég er í vinnunni, ég er einhvern veginn bara, þú veist, menn það er, þú veist, auðvitað er það rosa mikið einhvern veginn að sækja sér innblástur í eitthvað annað og svo bara upplifa hluti, þú veist, þetta til að vera hluti af samfélagi og vera innan stóran hópa fólki og þekkja ólíkt fólk og það allt saman. En þú, sko, lýsir ekki, það er náttúrulega frábær kaffihús á Ísafirði, en þú ert svona meira inspíreraður af sjoppunum í þessari bókar, ekki? Jú, það er sko, það er sérstaklega stærsta, eða lengsta ljóðið í bókinni, heitir Borgir og er sérstaklega númer 2 og er upprunalega sko, það var samið, það var reyndar ekki í þessari mynd, það var í annari mynd, það var með fullt af erindum sem eru ekki og önnur erindi sem eru sem voru ekki þar, það var fyrir bók sem var gefin út af vegum Hamraborg Festival í Kópavogi og og þar er málið þannig að Hamraborgin í Reykjavík, það er ekki hana allir en á Ísafirði þá er Hamraborg sjoppa og það er sjoppa sem er búin að vera starfandi síðan á 1960 eitthvað lítið held ég og er þú veist hálfgert hjarta bæjarins í einhverjum skilningi. Er það sjoppa sem er svona eins og dænir eiginlega, svona amerískur dænir? Já. Hún er þeim hlutafnenda var bætt við í seinni tíð þegar hún var minni þegar ég var krakki en þetta er svona sjoppana þar sem að þú veist, unglingar hengu og fyrir utan að reykja og sákúltúr allt saman og þetta er líka staður þú veist, þar sem að maður stundum gert grína þú veist, að það sé ekkert sem þú færð það ekki í Hamraborg þá er það ekki til þú veist, manni finnst stundum þetta er típist maður fara þarna og segja þú veist, áttu teip, skilur þú veist og það var alltaf til teip, þú veist, er til Stillas mér vantar Stillas, þú veist, húsasmiðinu lokuð og þá bara einhvern veginn fundin Stillas þú veist, kona mín fór í morgun og keypti, þú veist, 5 kíló rækjusalati sem þau gerðu þegar þú að gera kaffi fyrir kennarastofuna skilur þú veist, það er svona þannig hlutir sem einhvern veginn maður sækir þang og þetta er þú veist, þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er félagsmiðstöð og þetta er samkomustaður og nú til þess er þetta veitingastað meira þess að sko vínveitingaleyfi þá er eiginlega aldrei neitt sem drekkur þarna en það getur keypt bjór og rauðvín og allt þarna og þú getur keypt sko þú veist hljóðfæri það er fiðla upp á þú veist og ukulele og gítar og strengir og trommukjöðar og þú veist, og þú veist, dót þegar leikvangabúðin er lokuð og þú veist, allt þetta, sko. En það sem að, en síðan er það sem að, sko, ég fór að hugsa og kemur nú ekki fram í ljóðinu, Hamraborg er aldrei nefnd í þessu ljóði, en en það er hægt að lesa það í gegnum en að þetta eru myndir af, sem að ganga upp sem bæði Hamraborg í Kópavogi, með sínum undirgöngum og pöngurum og blindrabókasöfnum og allavega og Hamraborg á Ísafirði og svæðið þar í kring og þetta eru og svo er enda líka að það gengur upp það er svona ákveðið svona tímaleysi í þessu, að það vísaði í mjög ólíka tíma, það vísaði í svona nútíman annars vegar og svo kannski með mína æsku hins vegar, þannig að það er bæði reykt og veipað og það er bæði drukkið Fanta Lemon
absolutt citron í Fanta Lemon og einhverju svona monster hérna í hálfsvita dósum. Tókstu eftir þessu veit? Ég tók eftir þessu, já. Þannig að það er þetta er þetta tímaleysi, sko, þetta bara rennur saman, það er ekki til og það er allt til. Já, og staðir og staðleysa líka, já. Að þetta existir allt saman, sko, og svo eru strætisvagnarnir í kring, sko, einhvern veginn alltaf. Já. Þannig að hérna... Eru ekki strætisvagnar á Ísafirði? Jú, fyrir ekki, það er strætisvagn fyrir hérna. Það er bara einn, sko, en hérna... En er þetta ekki til, getur valið þér... Er það ekki? Komum tími á... Jú, komum tími á... Það ekki taka eins bara úr hérna fyrsta ljóðinu þegar við vorum að tala þetta sem maður skilur eftir. Já, það sem maður skilur eftir. Hérna, það heitir Staðir. Á þröskuldinum í forstofunni skil ég eftir bogadregna fingurnögl sem í mér sýnist vera af vísifingrinum sem ég fann á baðherbergisgólfinu. Í póstkassanum fyrir utan skil ég eftir bréf þar sem ég tilkynni komu mína, dvöl, tilvist og brottför, ekki endilega í þessari röð. Í baðkarinu skil ég eftir fótspor af berum fæti, svitan af ylinni sem skreið léttfætt yfir flísarnar með iðandi tungur í stað táa. Í munnvikum barnanna skil ég eftir græna sykurleðju, þó það sé ár og dagur í næsta nammidag og það megi alls ekki sjást að ég hafi verið hér. Í loftinu skil ég eftir orð á stangli, í orðunum loft á stangli. Fjarveru samsemd, faðm vana kend og hlusta þögull meðan þau hljóðna. Í hnífaparaskúfunni skil ég eftir bil milli teinana á sparigöflunum, móðu af andardrætti á beittu hnífunum og íkvolfa spegilmynd í teskeiðunum. Í eldhúsinu skil ég kranan eftir í gangi, lífrænan úrgangi í plaströslinu og geispa andrammur á viðtækið til að hefna mín á allri vondu tónlistinni. Í klósettskálinni skil ég eftir afskorið bjúga sem ég fann í ískapnum, eins og til að minna sjálfur mig á eitthvað sem ég hef gleymt hvalir myndlíkinga. Þetta er svona, það er tvær síður viðbútum. Ég lætar eftir. Já, það verður að skilja eitthvað eftir fyrir bókakomendur. Já, þú skilur eftir. En sko ekki beinu framhaldi en þá, að því þú sagðir áðan hérna, þetta tilheyra og þú náttúrulega hefur skilið sjálfaðan svolítið eftir í bókunum en líka bara í minningunum hérna svona í bókmennaheiminum. Og þegar þú ert á Ísafirði og kannski saknar þess saknar þess kannski ekkert að vera ekki í svona hanga á kaffhúsu með þá einhverjum öðrum skáldum eða rithöfundum eða svoleiðis svo kemur til Reykjavíkur þetta er svolítið hlaðin spurning, ég gef mér svo margt út frá því sem þú varst að segja svo kemur til Reykjavíkur og er þá eitthvað kaffhús eða er þá einhver staður finnst þér sem að er einhverjir kollegar, þú veist, er einhverjir bókmyndaheimur svona í Reykjavík sem þú gengur að eða? Sko ég á náttúrulega vini sem ég heimsæki sem eru í þessum heimi en það er sko það náttúrulega er svolítið það var mjög mikið náttúrulega þegar Nýhil var upp á sitt besta að þá vorum við náttúrulega bara stór hópur af fólki sem hittist þú veist, og vorum einhvern veginn á ferli og ég man eftir sko þegar Nellís var á að þá að koma til Reykjavíkur settist í gluggan á Nellís og horfði svona yfir á Laugaveginn, þetta var ódýrasti bjórinn í bænum svo maður satt aldrei meir en korter áður maður voru orðin 5 og ef maður satt þarna þú veist í 2 tíma þá voru orðin 15 þú veist, og þá færðum við okkur yfir á næsta bar eða eitthvað skilur og þú veist og það var það var þannig samfélag en svo náttúrulega er það bara þú veist erum við bara miðaldra fólk og þú veist og bærin er bara fullur af túristum þú veist þannig ég sé aldrei neitt niður í bæ ég geng alltaf Laugaveginn þegar ég kem og það er einhvern veginn eitthvað sem þú veist sem ég gerði þá og þá hitti ég alltaf fólk en það er orðið mjög langt síðan ég held bara nánast aldrei ég
gáði ekki fram á neitt á Laugaveginum sko. Og svo þetta skrítið. Nei, og svo kannski nánast allir hættir að drekka, allavega þessi sem voru mjög mikið að sitja þetta í hotninu og Já, drekka bjór. sérstaklega þeir sem drukku mest eru náttúrulega alveg snarhættir að drekka sko. Þannig að þeir eru ekki á einhverjum pöbbum en kannski einhverjum kaffúsum eða hvar ef þú ætlar að reyna að finna einhvern, já þú bara hittir vinið þína bara. Ég bara mæli mér mót við, þú veist, ég mæli bara mót við, þú veist, Hauk Ingvars upp í, þú veist, mötuneyti háskólans, skilur, þú veist, og við fáum okkur salat. Þannig að þú raunverulega, þú hefur einskis að sakna sko á Ísafirði, það er ekkert eitthvað eins og Reykjavík síðan eitt, eða bara ef þú getur verið í tengst, hitt vinið þína af og til. Ekki þannig, ég minni ég fullt af vinnum á Ísafirði og það er sannarlega sem sagt sko, þú veist, meira segja, þú veist núna heimsfrægur glæpasagnahöfundur, Sadurema býr á Ísafirði, Helen Kóva býr á Flateyri, frábært ljóðskáld og barnabókahöfundur, þú veist, það er fullt af fólki sem og svo er fullt af fólki sem er að skrifa, og svo er, þú veist, bara, þú veist, vinnir mínir sem er ekki allir í bókmyndum og þeir, þú veist, það er líka, þú veist, ég þarf ekki, maður þarf ekki, það var ekki hluti af sem sagt, sko, skilyrðinu þarna hjá Sjón, það var bara að sitja á kaffihús og tala við fólk, það var ekki, þau þurfti ekki að vera skáld, sko, þeir mega alveg vera bara, smiðir, sko, það er fínt líka, sko. Nei, skáld eru smiðir, sko. Þeir fyrir utan það, sko. Já, en mér fannst eins og það væri bara, ég vil ríkulegra svona menningarlegt andrúmsloft á Ísafirði heldur en í Reykjavík. Ég upplifði það þannig, en það er kannski bara því maður er, þú veist, því maður kemur annars staðar frá eða eitthvað svoleiðis og... Það er náttúrulega sko, þú veist, held ég, þú veist, ég náttúrulega, þú gæti ekki alveg sagt mig, ég náttúrulega hef svo lítið búið í Reykjavík, þú veist, í raun og veru. Þannig ég hef náttúrulega ekki alveg samanburðin heldur, ég náttúrulega hérna fyrst og fremst sem gestur, en ég get sagt þess að, sko, að, svona í þessum skilningi einhvern veginn hanga á kaffihúsi, þú veist, skilningnum er náttúrulega miklu meiri svona menning á Ísafirði í dag heldur en var þegar bara upp úr aldamótum. Þú veist, í dag er núna til dæmis ég er að, ég var nú sennilega veðurtöftur á morgun og þá mun ég missa fyrsta deginum á frönsku kvikmyndahátíðinni, þú veist, það er alltaf eitthvað, skilur, þú veist, það er líka piff, þú veist, alþjóðleg kvikmyndahátíð, það er náttúrulega aldrei fyrir söður, þú veist, það er stöður í jazztónleikar í Edinborgarhúsinu, það eru þú veist, bara, þú veist, bókmyndaviðburðir og alls konar, það er mikið að gerast, en þetta var ekkit endilega svona fyrir, þú veist, 15-20 árum síðan, sko, þetta er eitthvað sem hefur breyst, sko. En þú saknar Ísafjarðar, ef þú ert ekki þar, sko, einhver tíma, talar ekki það? Jú, og það er sem sagt, sko, það er bæði, sko, það er númeru tvennt, að það er það er kannski jafnvel þrennt, sko. Það er eitt er bara svona einhver tilfinning fyrir sem ég áttaði mig á þegar ég var búin að búa lengi annars staðar. Ég bjó mikið bjó í Berlín og Helsinki og Svíþjóð og Færeyjum og víðar. Og og ég áttaði mig á bara, þú veist, bara eitthvað sem þú veist, bara hennilega liggur í fjöllunum. Er bara einhvern veginn, þú veist, að ég er einhvern veginn ekki, ég man eftir einhvern veginn sem á svona eldri unglingsárum þá var ég að ferðast á Íberíuskaganum með vinnum mínum og við vorum í rútu og við keyrðum upp í Pýreneafjöllin sem eru sem sagt, og þar eru fjöllin, þú veist, það er ekki til fjöll sem eru ólíkari vesturskum fjöllum en Pýreneafjöllin, þau eru, þú veist, skógivaksin alveg upp á efsta topp, alveg græn. En strax og við vorum komnir í svona þröngan dal og með fjöll báðum megin við okkur, að þá vorum alveg sammála 3 vinnir frá Ísafirði, þetta er svolítið eins og að vera heima allt í einu. Það er eitt. Annað er sem sagt náttúrulega bara, þú veist, mamma mín og pabbi eiga heima þarna, systkin mín eiga heima þarna, já, þú veist, gamla æskuvini, já, þú veist, nýja vini sem ég vegnast, þú veist, á fullorðinsárum sem hafa flutt þangað, svona alltaf fyrir utan mína eigin fjölskyldu sem mín eigin kjarnafjölskyldu, hvað maður kallar það, börnum mín og konuna mína, og svo er sem sagt þriðja atrið, er bara hreinlega svona einhver svona hreiðurgerð, þú veist, sem ég held maður eigi allstaðar, þú veist, ég á heimili sem er, þú veist, ég á mikið af hljóðfærum. Ég finnst mjög gaman að spila tónlist og þú veist, ég tek þau ekki svo auðvitað með mér, sko, ég tala ekki núna ég reyna að fjárfesta í kontrabassa sem þú veist, það er náttúrulega ómögulegt, það var alltaf að bera hann milli húsa, sko, en og svo sem þetta er ég með skrifstofu, ég er með allar bækurnar mínar, þú veist, þetta er bara svona hlutir sem ég get ekki verið með hvar sem er. En ég, þú veist, næri mig á einhvern veginn og mér finnst mjög erfitt, þú veist, þegar ég er annars staðar langtfölum, að þá verði ég bara, þú veist, lendi ég bara í aðstæðan bara eitthvað, þú veist,
veit ég þoli ekki hennar hníf, þetta ekki eldúshnífurinn minn. Hvernig að ég geta skilur svo mikið eftir á Ísafirði. gúrku með þessum hníf. Þú skilur svo mikið eftir. Já, ég skil bara, það er svo mikið að drasli. bara- Ég er svo mikið materialisti, ég elskar hluti. En getur þú sagt að þetta sé fletið þitt bara til að þetta séu þá 3F, það er sko fjöllin, fjölskyldan Og fletið. og eða eitthvað Já, F. Eitthvað frá liðs, já. Eða þú sagði Já, hreiðrið. það- Hreiðrið, sko. Fleiðrið. F og H. En svo er náttúrulega svo er hitt sem að sko situr líka alltaf í mér sem er sko getur sagt að sé sko mótsvari við þessu er sko óþolið þú veist fyrir og og fyrir og þá er það oft sko óþolið fyrir rútínunni sem að sko nærir mig þú veist einhvern veginn að og þú veist þetta stabilitet sem gerir það að verkum að ég get unnið og ég get einhvern veginn þú veist fengið frið fyrir hugsanir mínir það er líka sama stabilitet sem þýðir ég geng sömu leið í vinnuna okkur með einasta degi og þú veist ég fer í sömu maturverslununa og þú veist einhvern veginn þú veist elda sömu 10 réttina eða hvað það er skilur þú veist og allt þetta sem að ég man eftir því sko þegar ég er rétt áður en ég flutti á sínum tíma 20 frá Ísafirði að þá mætti ég bíl svona einhver svona vetrarkófi og ég sé ekki inn rúðuna ég sé bílnúmerið og ég þekkti bílnúmerið og þá vissi ég hver var á bílnum og og þetta var ekki maður sem ég þekkti þetta var bara maður sem ég vissi hver var þetta var engin vinur minn en ég hugsaði þú veist þegar ég er farin að þekkja þegar meira sem þegar ég er farin að þekkja fólkið á bílnúmerunum sínum þá er ég bara búin að vera of lengi og ég þarf að komast út þú veist ég þarf bara að sjá eitthvað annað í heiminum þú veist og það kemur alveg yfir mig líka þú veist reglulega þessi tilfinning að ég þurfa að komast út sko. Til þú getur bara aftur heim til ég getur bara aftur heim Ef ekki að þakka honum fyrir Ef að fá, já nennur eða viltu vera svo góður að lesa aðeins meira fyrir okkur Já, kannski? ég get gert það Viljið þið fá eitthvað sérstætt? Já, úr borgum kannski Að lesa úr borgum? Já okay. Taka nokkra síður hérna Það er númer 2 einhverja sjoppur þarna sem hann farið í sleik og sjoppulegt sko Nei, maður verður ekkert með uppáhald þá er svo mörg góð sko mörg góð sko Já, það er erfitt að velja Ég byrja á byrjuninni og svo skal ég taka enda á sleiknum Byrja á byrjunin og enda í sleik Ok Í þessu landi eru 2 borgir úr steypu, gleri og stáli 225 kílómetrar í beinni loftlínu skilja þar að. Borgirnar eru eins og í þeim býr sama fólkið. 2 borgir, 1 fólk, allt eins. Hér í þessum borgum er allt til og allt búið. Það er kók í flöskunum, salt á götunum og stutt í alla þjónustu. Baukar af kartöflu kryddi standa uppréttir innan amboð og bragð oljur. Af og til pípir í símum til áminningar einhverjar áætlanir en annars lætur tíminn lítið fyrir sér fara. Fólkið ferðast yfir borgamúrana á þess að veita því sérstaka eftirtekt. Gengur undir sjálfvirka dyraopnara, hossast á hjólastólum yfir þröskulda, notar starfsmanna innganga fer yfir á rauðu ljósi og skríður inn glugga þegar það tínir lyklunum sínum. En það veitir því enga sérstaka eftirtekt. Svona er þetta bara, svona hefur þetta alltaf verið. Þótt stoppustöðvar séu í báðum borgunum ganga engir vagnar á milli. Þeir sem á því hafa vit segja að slíkar ferðir gætu valdið öngþviti. Fólk gæti tekið feil hvert á öðru, á vögnunum, leiðunum, farið upp í vittlausan vagn á vittlausri heimleið, jafnvel í vittlausum líkama. Eða bara gufað upp í einhvers konar mótsögn. Samt er ekkert sem skilur að þá sem er að koma og þá sem er að fara, nema gisin hvít punktalína og langanir í sitt hvora áttina. Aðkomu menn segja flest í þessum borgum sjoppulegt og það má til sannsvegar færa. Salernin eru sjoppuleg, klæðinaðurinn er sjoppulegur, veggirnir og veggjakrótið eru sjoppuleg. Meiri segja tyggjóklassurnar eru sjoppulegri en gengur og gerist annar staðar, en annar staðar er líka helvítis lygi, það er ekkert annar staðar. Allt er hér eru allir og þetta er allt sama klassan.
Frammi standa mokkar í bunkum, sunnudagsblaðið útdatað í sósubletnum og illa brotið saman því þetta fólk veit ekkert verra og ekkert betra en Reykjavíkurbréfið. Eitt fólk, allt eins, það liggur makindanlega á spena þegar það orkar, nærir sig á pulsum og ís úr vél. Það athafna menn í rúmgóðum bílastæðum, það unglingar með Absolut Citron í Fanta Lemon, Monster í hálfslítradósum og snjáða strætisvagnamiða á stórum spjöldum. Það dúðaðir sérfræðingar í kulnun og hlýnun jarðar og öllu móðvolgakjaftæðinu þar á milli. Úti í horni situr stelpa með bert á milli og strákur með sítt hár og derhúfu. Þau hafa ákveðið að fara í sleik, bara ekki hér, en þau hafa ekki heldur í önnur hús að venda. Til þess að gera ekki neitt, spjalla þau tómlega daginn og veginn eins og leiðin hafi þegar náð tökum á lífum þeirra. Þegar það birtist kona fyrir utan gluggan og tekur af þeim ljósmynd með símanum sínum. Síðan hreyfir hún varirnar til að spyrja í gegnum rúðuna hvort þetta hafi verið í lagi. Og þau reka samtímis framan í hana hvort sína tunguna, þrútna af þrá, leiða, fjöri og fyrirlitningu og það næstum því betra en að kyssast. Ekki að klappa? Takk fyrir. Takk fyrir mig. Og til hamingju með tilnefninguna til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs og til hamingju með bókina 5 ljóð. Eiríkur Örn Norðdal, rithöfundur og skáld. Takk fyrir að koma til okkar Vigdísar Grímsdóttur í bókaspjallið. Takk hérlega. Gaman að fá þig. Og já, ég vona við hittum þið bara næst á Ísafirði. Já. Til að færa verðlaunin? Já. Já, það heldur veislu Ísafirði líka. Heldur veislu Ísafirði. Já. Og ég heiti Oddný Eir og ég þakka ykkur hlustendum og áhorfendum kærlega fyrir að vera með okkur hérna í bókaspjallinu og Laufey Líndal Ólafsdóttur og Pétur Fjellsteð fyrir að vera með okkur og senda samræðina yfir til ykkar. Og svo þakka ég bara fyrir kvöldið. Rauðaborðinu lokið í kvöld og ég þakka þáttastjórnendum og öllum viðmælendum og náttúrulega sérstaklega ykkur alltaf fyrir að ef einhver klukkur án svolítið margt en sumir eru ennþá að hlusta og svo má líka hlusta á einstaka klippur og þættina í heild. Við erum bæði með Rauðaborð þætti kvöldana í heild og svo líka svona einstök viðtöl eru í litlum klippum eða stiklum. Og það má nálgast að YouTube og að samstöðin.is og svo náttúrulega hlusta sumir 89,1 í útvarpinu og hlaðvarpsveitum, öllum helstu hlaðvarpsveitum. Og svo vil ég svona loka minna ykkur á að þetta svona dagskrárgerðin eiginlega rekin að mestu fyrir áskriftarfé, þannig að það eru hlustendur og áhorfendur sem að bara eiginlega eiga þessa stöð, samstöðina og þannig að ef að þið hafið einhver tök á að fara á ítálítinn hnapp sem heitir áskrift og borga 2500 krónur þá bara vonum við að verði bara meiri stöðuleiki í dagskrárgerðinni. Svo segi ég góða nótt og góða drauma. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.